En næst ætlum við að færa okkur yfir í heimspekingin og skáldið Gunnar Dal. Hann án efa einn okkar afkastamesti rithöfundur, en hann hefur á langri ævi sent frá sér á 7. tug rita. Hann var 85 ára á þessu ári og af því tilefni kemur nú út safn ljóðabóka hans, alls 15 bækur, ásamt 16. bókinni sem kemur fyrst út í þessu ljóðasafni. Jóhanna fór og hitti Gunnar og ræddi við hann rauða þráðinn í verkum hans, sjálft lífsundrið eins og hann kallar það. Hann fjallar líka ástandi í samfélaginu, hvað hann telji að sé framundan og hvað gerist ef við förum yfir það sem Gunnar kallar landamæri hins ríka manns. Já, komin hátt á níræðisaldurinn Gunnar enn að og í fullu fjöri og hann hikar ekki við svarið þegar ég spyr hann hverju hann þakki þetta mikla starfsþrek. Ég þakka þetta nú aðalega leti, ég hef alltaf verið blóðlátur sko. Menn sem nefndi ekki að vinna, þeir fóru að yrkja. Og að því þið nefndi aldrei að byrja að vinna, þá höfður að halda áfram að yrkja. Ekkert nema leti. Þú ert ekki hættur að yrkja það? Ég held að það ekki nú varla að nefna það. En ljóðið leitar alltaf á mann sko. Það hálfgerð plága. Það maður kannski vaknar og þá komin með hálft kvæði og svo verður maður að klára það þegar maður að fara í sokkana. Ég meina, ég að reyna að losna við það. Af því að ég tel mig ekki vera lengur á þeim aldri að gera hlutinu nógu vel sko. Já, það hvorki meira en ég minna en 59 ár síðan að fyrsta ljóðabók Gunnars kom út, en fyrsta ljóðið samdi hann enn fyrr. En elsta ljóðið það var oft þegar ég var í MR í stríðinu, held ég, 1943 eða. Fyrsta ljóðabókin sem Gunnar sendi frá sér árið 1949 heitir Vera og héldu þá margir að þarna ætti Gunnar við konuna Veru, en það var öðru nær. Já, ég var við það að allir fóru að spyrja mig hver maður þetta væri, sem ég væri svona skotin í. Og ég held að það hefði verið mjög óalgengt að menn legðu þá merkingu í orðið vera sem að núna orðin sjálfsögð og almenn vera í merkingunni tilvera. Það að segja bara lífið, lífsundrið og tilveran, það mín vera. Og alla þína tíðegnin hefur þetta verið þér með hugleikið, okkar vitund þér tilvist mannsins? Það hafði alltaf fundist þetta geysilegt undur og miklu meira eitthvað, sko, það eitthvað sem var sko, mikil hlut að manni sjálfum, sko. Ég uppgötvaði það snemma að mín kannski aðal gleði í lífinu, jæja, það nú verið samkeppni við margt, en ein aðal gleði mín í lífinu, það var svokölluð skilningsgleði. Gleðin yfir því að skilja allt í einu, það sem maður hafði ekki skilið áður. Hefur þið fengið svörin og spurningu um tilvist okkar? Ótrúlega mikið. Sko, kurteis svar var nei, eins og allir segja, það ekki rétt. Við eigum bara dágóð svör við stórum spurningum, ef að menn nenna að bera réttur. En Gunnar, sko, ljóðabókin sem kemur núna fyrst út hér í þessu stóra ljóðasafni, síðasta bókin sem þú ert að gefa út núna hefur ekki komið út fyrr, hún ber nafnið Það þú. Já. Og nafnið á þessu stóra ljóðasafni síðan Vera, sem fyrsta bókin, og Það þú, sem núna síðasta bókin. Já. Ég þakka þér. Ert þú að loka þessum hring í rauninni? Er þetta eitthvað hringur sem þú ert að loka núna í þessum ljóðum þínum? Já, þetta lokaður hringur, en leið gamalt ævafornt svar, svona 3500 ára gamalt svar við lífsgátunni. Og svarið bara hérna á forsíðu þessara ljóðasafns? Þetta var loka niðurstaða austrænnar heimspeki á spurningunum hvað þessi tilveru okkar, hvað þessi alheimur, hvað þessi vitund, hvað þetta allt saman. Og svarið við tilveru okkar einmitt að finna í titli þessa ljóðasafns. Það ert þú, sem sagt, lífsundrið, sjálft lífsundrið, það allt í þér.
Þetta ótrúlega einhvern veginn einfalt svar þegar þetta komið fram með þessum hætti. Já, þó þú vitir það ekki, þá þarna sjálfur Guð almáttugur sem hefur skilið eftir mynd af sjálfum sér í þínu innsta eðli. Þó þú vitir aldrei af honum, þá getur hann aldrei yfirgefið þig. Já, tilvist okkar þér svona hugleggin og við lifum á svona mjög örlæríkum tímum í dag. Já. En ef þú horfir á stóru myndina, því þú ert alltaf að hugsa svona heimspekilega og svona stóru mynd allra hluta. Já. Hvers vegna þetta að koma fyrir í dag? Þetta að horfa á þetta með einhverjum þeim hætti? Ég held bara að þetta bara afglöp einhverja manna. Þetta afglöp. Ekkert af þessu þurft að gera. En þú talar oft græðgina, hégómagindina, þú skrifar hann í ljóðum þínum. Hún að verða okkur að falli? Hún verður það ævinlega, Menn, sjáðu til. Maður sem fer yfir það sem ég einhvers staðar í bókum mínum kalla landamæri hins ríka manns. Það gerist þannig að ágætis maður sem hefur unnið sig úr fátækt og orðin bjargálna og verður allt í einu fer yfir ákveðin landamæri. Þessi landamæri eru misjöfn eftir einstaklingnum en ef þú ferð yfir landamærin, til dæmis kemst yfir fyrstu 100 milljónirnar, þá eru flestir komnir yfir landamæri hins ríka manns og þá gerist mjög undarlegur hlutur sem enginn átti von á. Eftir að ríkur maður orðinn ríkur og búinn að stíga yfir landamæri hins ríka manns, þá á hann aldrei neitt. Peningarnir eiga hann eftir það. Hann hefur ekkert vald á sínum málum. Peningarnir ráða honum og það vald sem peningarnir gefa ráða honum. Honum stjórnað af peningum og valdi sínum eigin peningum og sín eigin valdi og berst með þessu. Hann getur aldrei hugsað sér. Ríkur maður geti aldrei hugsað sér og hefur ekkert vald á því, til dæmis að skipta peningum yfir í andlega auðlind. Hann myndi ævinlega segja, nei takk, Guð, forðum mig frá slíku. Það allt á sífelldri breytingu. Maður sem verður ríkur getur ekki orðið ríkur nema stundarsakir sem betur fer fyrir hann sjálfan. Fyrir það síðan verður hann að fara út og þá tekur bara við alveg ný verkefni. Sumir breyta tapinu í ávinning, þar segja þeim tekst raunverulega að skipta peningum eða veraldlegum eignum fyrir andleg verðmæti sem að Kristur sagði okkur að vættum að safna en ekki einum. Þessi andlegu verðmæti það sem allir fátæklingar geta orðið sér út. Þau kosti ekki rauðan eyri. En þau eru varanleg. Þau eru varanleg og þau eru raunveruleg verðmæti sem fylgja þér bæði í lífi, dauða og endurfæðingu. Þau fylgja þér alltaf. Og ég sé það alveg í hendi mér og það er augljóst öllum mönnum að breytingarna núna í framtíðinu verða mjög örar. Hvernig sér þið fyrir það? Mjög örar breytingar. Og menn hafa bara varla tíma til að fara í fílu vegna hvað verður mikið að gera. Ég þekki innrásina þegar að við gerðum innrás í Reykjavík 1928, ég og móður mín. Og sveitamennir, þeir komið til Reykjavík. Og sveitamennir með okkur. Og 1940 vorum við gersamlega búin að reykja undir okkur Reykjavík og það tók bara 20 ár. En segðu mér annað, það eru opaslega margir í dag mjög reiðir og þeir eru hræddir og þetta svona verið með einhvern veginn í þessum hvirfilbyl. Ég fylgstu samúð með því fólki, ég mikla samúð með því fólki og ég get nú ekki verið reiður því að ég hef einhvern tapað. En hvernig myndir þú ráðleggja þessu fólki einhvern veginn að takast á í hlutina? Ég hef ekkert ráðhandað í annað heldur en að bara hlusta á sína innri rödd. Það hefur sjálfan Guð að leiðsögumanni og það ætti að leita til hann. En það sem ævinlega farsældin í þessu lífi, að það velvild. Það ekki hatur og hefnd, það fyrirgefning og samhjálp. Og Gunnar rifjar upp árin í kringum 1930 þegar allir voru fátækir sem Gunnar þekkti. Þar var vinátta mjög mikil og þar lásu allir mjög góðar bækur.
Leið og menn fá peninga hætta menn að lesa góðar bækur og þar að lendi hverfur öll menning. Við getum fengið menningu í staðinn fyrir peningana. En í raun og veru eigum við fyrst og fremst að hafa samúð með þeim sem að eiga erfitt og réttaði og hjálpa þeim, ekki bara hafa samúð með. Heldur sýnaðu bara í verki og standa saman, bara mynda eins konar stóran hóp. Sína. En þetta þessi litli ljóðabútar sem eru inni lokar hringnum hjá þér í þessu stóra safni. Já. Myndirðu vilja lesa hann fyrir mig? Eitthvað... Bara þennan hérna... Þessi allra síðustu. Já, þetta akkurat kjarnin í því sem þetta þú ert að segja. Já, þetta nú það sem ég var eiginlega að segja, þetta ekki. Já. Ég nú gleraugnalaust, en byrju nú við. Kjarni velferðar. Samúð sýnd í verki kjarni góðs manns. Samúð sýnd í verki kjarni góðs manns. Og í lokin biði Gunnar að lesa eitt ljóð sem lýsandi fyrir samtíma okkar, en hann kýs frekar að fara með eitt framtíðina. Það heitir langferð. Þú leggur í langar ferðir, litla barnið mitt. Hinum megin við hornið húsið þitt og himinin frjáls og fagur. Þér fagnandi mætir nú í vatninu, vaðið við saman, vorið og þú. Barnið mitt í bæinn verður ljós og við skulum hjálpa vorinu að verða til. Gunnar, að því ég var að biðja að lesa upp eitthvað svona ljóð sem ætti heima svona, sem myndi lýsa samtímanum. Þetta þetta framtíðin, ef við getum kannski... Þetta vorið, græna vor sem býður okkar. Já. Þannig að framtíðin björt sem býður okkar. Við erum að tengjast innu góða. Sjáðu til, þú sér það bara í þínu lífi. Að eiga barn rosalega sterkt band. Það ekki að vera laus undan böndum. Það eru sterkt bönd. Beint frá miðjunni, hinnu góða. Þannig lífið. En svo þú segir allt breytingum há. Þessi tenging bara veruleikinn, hann veruleikinn. Tengist henni góða. Þannig að þó að kannski fólk erfitt með að sjá að það sé bjart framundan, að þá Já, vonin þessi staðreynd að það breytist allt og alltaf stöðugur breytingu. Ekkert, einhver erfiðleikar leysast ekki fyrir það síðar, sko. Já. Og við verðum bara að hafa það að harni á dalnum, sko. Já, akkurat.